Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan er orðin 10:17 og við ætlum að halda áfram umræðuna Pepsi-deild kvenna sem lauk helgina og á línunni komið markadrottningin sjálf, Harpa Þorsteinsdóttir. Komdu sæl og blessuð höfðingi. Já, það er blessaður. Ertu ekki orðin svolítið leið á þessum titli, markadrottning? Nei, þetta var aldrei þreytt. Nei. Þú náður að skora eitthvað mörk í sumar? Já, eitthvað nokkur. Já, og hvað lagður upp með svona fyrir sumarið? Ég lagði henni upp með að kannski halda sama dampi frá því síðasta sumar. Þannig að ég setti mér ekkert neitt sérstakt markaskorunar markmið svo sem, en það hefði alveg verið ljúft að skora fleiri í fyrra. Já. En það er svona, ég skoraði 28 í fyrra, ég skoraði 27 núna. Já, þannig að þetta var alveg ferlegt. Já, þetta var ferlegt. Já, skoraði bara 27. Já. Já. En var það ekki bara eitt lið í sumar sem náði að stoppa þig? Var það ekki Valur? Nei, ekki alveg. Nei? Það var, ég skoraði ekkert í, til dæmis síðustu umferðinni á móti Ía. Já, ég átti eftir að skoða það. Já. Já. Og svo náttúrulega töpuðu við 1-0 í fyrstu umferð allavega. Það var alveg, eitthvað leið að stríða manni. Já. En svona, ef þú lítur yfir sumarið, þið náttúrulega eru Íslands og bikarmeistarar, er eitthvað hægt að hafa betur en það? Nei, í rauninni ekki. Ekki hér á landi. Nei. Allavega. Já. En þið eru samt tímabilið og ykkur er ekki búið? Nei, langt í frá. Já. Við ætlum að hafa eitthvað örlítið lengra. Við förum til Rússlands tökum við reyndar á móti þeim fyrst heima og förum svo til þeirra núna miðjan október. Er ekki komið mikil spenningur í það að fara til Rússlands? Jú, mjög. Já. Þetta er alveg við höfum einu sinni áður tekið þátt í Evrópukeppninni Stjörnunni og þá fengum við einmitt annað rússneskt lið. Þannig að það er alveg heilmikið tilhlökkun í okkur því við vitum svona hálfpartinn út í hvað erum bara núna. Þannig að í raunum alveg blind í sjóinn síðast þegar fórum. Nákvæmlega. Þannig að það er mikil spenningur og mikil tilhlökkun í að gera enn betur en það. En svona fyrir utan Stjörnuna, kannski ég byrja að spyrja þig, veistu eitthvað þetta rússneska lið sem þið eru að mæta? Í raunin ekki, nema við erum búin að fá 2 leiki með henn og það er náttúrulega bara að virka mjög sterkar. Við erum svona líkamlega sterkar og ekkert ósvipaðar liðin sem við mættum síðast. Þannig að við svona, ég held að þetta henta okkur ágætlega bara. Já. En stemningin í Stjörnunni, hún er alltaf jafn góð? Já, það er alveg mjög gaman hjá okkur núna. Þetta er náttúrulega bara frábært lið og frábær kjarni sem við erum komna með. Búin að spila lengi saman, ég man ekki að telja saman svona byrjunlið hjá okkur er búin að spila mjög lengi saman í rauninni með svona litla breytingar á milli ára. Já. Og þið eru ekkert að fá lið á hvoraðarni? Nei, ekki meðan það gengur svona vel. Nei, nákvæmlega. Og hver er svona stuðboltinn í þessu liði hjá okkur? Stuðboltinn, ég myndi segja að það væri það er tvenns konar stuðboltar sem við erum með. Það er Sandra markmaður, hún er með aulahúmorinn á hreinu og svo erum við með eitt gosa og það er Anna María. Já. Það er kjúklingurinn okkar sem heldur fjörun upp í klefanum. Já, nákvæmlega. Þannig að, en er hún sem með doktorsgráðu alveg, hún Sandra í 5 ára brandaranum á okkur? Já, það er alveg, ef það væri prófað í þeim, þá myndi hún var það fyrsta sem ég myndi senda í það próf. Já. Og er það einhver húmor sem hún náði í á Akureyri eða? Já, ég held, þetta er eitthvað frá, þetta er eitthvað frá Siglufirði, sko. Já, Siglufirði. Já, ég held það. Ég finn þetta ekki neitt þar hér, sko. Nákvæmlega. En þá aðeins að landsliðinu, þið röðuðu inn mörkunum í landsliðinu
landsleiknum daginn og já, ég vorkendi bara íþróttapennunum að skrifa þetta allt niður. Já, það var eiginlega bara frábært fyrir okkur að enda á þessum leik. Við erum búin að eiga gott ár með landsliðinu og náttúrulega mikið svekkelsi með að komast ekki áfram í umspilið. Og það var svona kannski bara andlega gott að enda samt á svona leik og finna bara hvað við erum sterkar. Já. En hvað, já, þegar þið haldið áfram í meistaradeildinni, ekki svolítið erfitt fyrir ykkur að halda ykkur við? Sko, það var náttúrulega bara síðasti leikur núna á laugardaginn, þannig að það verður kannski ekkert mál núna, 10 dagar í leikinina heima. Þannig að það verður kannski minna mál, en ef við komumst áfram, þá erum við aftur að máta að tala um eitthvað smá svona pre-season held ég. Já. Fram að næstu umferð. Þá þurfum við að taka nokkra leiki við Selfoss? Já, ég ætla það ekki. Já. Hvernig fannst þér annars svona, já, viðstu ert á Suðurlanda FM, hvernig fannst þér svona stemningin á bikarúrslitaleiknum? Nú, já, fjölmenntu Sunnlendingar heldur betur á þennan bikarúrslitaleik ásamt líka Garbaðingum? Já, sko, þetta var alveg með skemmtilega leikin sem ég spila hér á landi. Það er alveg allir sem var mætt á hana leik og sérstaklega til þess að stuða við Selfoss-stelpuna. Það gerði ekki bara daginn eftirminnilega fyrir þær, það gerði líka fyrir okkur af því að stemmingin á leiknum var alveg frábær og einstök í rauninni. Og við töluðum allar um það, bæði fyrir leikin og eftir leikin, bara þetta var í rauninni frábær dagur fyrir kvennaknattspyrnu. Já, nákvæmlega. En hvað gerir þú svo í lok tímabilsins? Ferðu þá bara vera heimavinnandi móðir eða heldur þú bara alltaf stanslaust áfram? Já, ég er náttúrulega ekki heimavinnandi móðir. Ég er í rauninni útivinnandi móðir. Já, og út að smíða bara? Út að smíða bara? Já, ég vinn 8-4 þannig að það er alltaf nóg að gera hann þó að ég þurfi ekki að mæta á æfingar á slæginu 6. Þannig að maður heldur sér bara í standi og kemur sér í lag fyrir næsta tímabil. Og þú það hlýtur að vera mikil skipulagning á þínu heimili að ná að fara í gegnum þetta allt saman, þetta program? Jú, auðvitað. Maður þarf að búin að læra það, búin að vera svona lengi í þessu maður þarf að skipuleggja tíma sér vel og nýta allan tíma sem maður hefur þegar maður á æfingum, að vera þá á æfingum og þegar maður heima að nýta tíma með fjölskyldinu og svo en ég er náttúrulega bara með góða sem hjálpa mér á allan þannig sem að geta. Svona rétt í lokin, með hvaða liði heldur þú í enska boltanum? Ég er held með Liverpool og stoltur púlari bara. Já, auðvitað. Svo er næstu helgi á laugardaginn, það er náttúrulega ekki hægt að vera meiri spenna í Pepsi-deild karla. Eiga stjörnumenn eitthvað séns í sterka lið Hafnfirðinga? Já, sjálfsögðu er séns. Þeir það er náttúrulega fáránlegt ef það er gera til dæmis jafntefli og fara taplaust í gegnum móti og án þess að ná í titil. Og mér það er mómentið með þeim en hefðinu með Hafnfirðingum, þannig ég held að þetta verður mjög jafnleikur. Já, og verður þú þarna í stúkunni alveg kolvitlaus? Sjálfsögðu. Já, nákvæmlega. Harpa Þorsteins... Við viljum alla titla í Garðabæn. Já, það er bara þannig. Nákvæmlega. Harpa Þorsteinsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið vel í meistaradeildinni og eða gott ferðalag til Rússlands. Já, takk fyrir það. Og hvað taka með sér þangað? Heyrðu, það eru markaskotnir. Það eru markaskotnir. Áttu sér þannig? Já, það ekki. Já. Bestu þakkir Harpa Þorsteinsdóttir og enn og aftur til hamingju með allan frábæran árangur sem þú hefur náð að afreka í sumar. Já, takk fyrir það. Bless. Já, þá er Pepsi-deild kvenna lokið í bili. Það er náttúrulega stórleikir í Pepsi-deild karla næstu helgi. Það er fallbarátta á milli Fjölnis og Fram, hvort liðið heldur sér upp í Pepsi-deildinni. Fjölnir í 10. sæti með 20 stig en Fram í 11. með 18 stig. Nú, Framarar, þeir fá Fylki heimsókn á Laugardalsvellinum klukkan 12:30. Fylkir eru í 7. sæti með 28 stig og eru að berjast að reyna að komast upp fyrir, þeir geta komast upp fyrir Víking Reykjavík ef Víkingur Reykjavík skildi tapa á Valur. En Fjölnir, þeir eiga leik við IPVAF á Fjölnisvellinum klukkan 12:30 og þeir þurfa
dugar jafntefli og framtapar í að halda sér í deildinni. Fjölnir líka með betri markatölu, þannig að þetta erfitt fyrir Framar að halda sér í deildinni, að kemur í ljós. Og það búið að seinka leik FH og Stjörnuna, hann verður ekki á sama tíma og allir hinir leikinir, enda búist við 6.000 manns, hvorki meira en minna á þann leik. FH Stjarnan á Kaplakrika-vellinum klukkan 4. Svona úrslitaleikur hefur ekki verið haldinn síðan 2000 og þá voru Skagamenn og Eyjamenn sem voru að berjast þann titil. En FH-ingar eru 2 stigum fyrir ofan Stjörnuna, þannig að þetta hörku veisla. En aðrir leikir: Fjölnir IBF, Keflavík Víkingur Reykjavík, KR Þór, Breiðablik Valur og Fram Fylki, svo FH Stjarnan klukkan 4. Við förum núna aðeins í rally. Það Þórður Bragason sem ætlar á línunni núna eftir smástund. Hann formaður Bifreiða íþróttaklúbbs Reykjavíkur, en haustrallið fór fram núna helgina. Farið ekki langt, hlustundu góðir. Sportáttur með ykkur til rúmlega 11 kvöld. Svo eftir því það Sebastian Alessandersson, sá mikli höfðingi sem að þjálfa Selfoss í Ólisteild kvenna í handbolta og einnig markmaður í Selfossliðinu, 45 ára gamall, og vonandi Aron Kristjánsson sé með númeri á honum og fara að kalla hann inn í landslið eins og Þorsteinn Haukur orðaði áðan. Þú ert að hlusta á Sportkraft í mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.